Komið þið sæl og velkomin í Veitt með vinum. Í þessum þætti rennum við austur í Ytri Rangá í byrjun október og ætlum að hitta vinina og veiðifélagana, Rúnar og Garðar. Það hefur verið hvasst síðustu daga en þeir félagar ekki látið það aftra sér frá veiðum, enda áin full af fiski og veiðisumarsins slegið með. Ytri Rangá er frekar auðveit á og þess vegna er mikill fjöldi veiðimanna sem sækir í ána á hverju ári. Undanfarin ár hefur veiðin aukist mikið og ásóknin leiðin. Við hittum þá félaga við ána og þrátt fyrir erfið skilyrði vegna veðurs er að haldi til veiða. Því eins og veiðimenn þekkja þá þarf oft mikið til að menn hætti sér ekki út í ána. Herðu, hvað eru núna? Þetta er Gunnugilsbreiða? Þetta er Gunnugilsbreiða. Já, þótti hvasst. Þeir fengu þetta heilt dæna, ekki? Hér voru félagar okkar í gær og tóku 4, fyrstu annars 3 og 4. Ok. Allt hérna. Fórum við þar á bakkanum? Já, þessu bakkan. Það er frá bakkanum. Já, ég voru að veiða. Þurfum að veiða. Gunnugilsbreiða er langur staður og fyrir óvana getur verið erfitt að sjá hvar tökustaðurinn getur verið. Bakkin er nokkur langur en rétt 4 til 5 metrar frá landi dýpkar áin aðeins og myndar smá kant og það er upp við þennan kant sem laxi vill gjarnan liggja. Þegar erfitt er að kasta flugu er gott að láta maðk eða spún reka rólega eftir botninum. Það er gott að fara frekar hratt yfir, taka 1 til 2 köst, færa sig niður og kasta aftur. Þannig er yfirferðin góð og menn ættu fljótlega að verða varir við lax og fyrir suma veiðimenn er 1 kast oft nóg. Glæsilegt. Þú segir við mig aðan 2 kast með spúnunum, þú er 1 kast. Já. Ég hef búin að vera að kasta þarna með einhverjum spún í smástund. Þeir eru ekki úr notan? Hann var á í fyrsta. Í fyrsta kasti? Já. Við eigum eftir að taka hann. Já, engar okkar tímar. Herru, og segir það við manninn? Nei! Garðar með á! Þú með hann? Yeah! Fleiri laxar tóku ekki á Gunnugilsbreiðu. Við ætlum að færa okkur set og fara niður ána og sjá aðstæður við Straumey. Þegar þangað var komið var farið að hvessa verulega og aðstæðurnar erfiðar til veiða. Það þýddi ekkert að kasta flugu upp í rokið og meira að segja spútnin barðist á móti vindinum og fór aldrei nema hálfa leið að áætluðum stað. Straumey er við venjulegar aðstæður mjög skemmtilegur veiðistæður og hefur gefið afskaplega góða veiði í sumar.
Þeir Rúnar og Garðar eru ýmsu vanir við bakkann, en þegar veðrið er eins og það er í dag, er alveg eins gott að hörfa í notalegt veiðihúsið og bíða færis til morguns, enda er veðurspá morgundagsins mun betri. Það hefur rofað til á nýjum degi. Það er ennþá hvasst, en þó skaplara veður en síðustu daga. Við hefjum för okkar að nýjum degi við Stallmýrarfljót. Þar er slepputjörn efst í staðnum og suma daga fyllist hún af laxi sem leitar æskuslóða sinna á ný. Hér er nauðsynlegt eins og á flestum stöðum í ánni að veiða djúpt og nota sökkenda og þungar flugur. Þráttur er að þessi veiðistaður eins og flestir í ánni séu breiðir og miklir, gengur laxinn oft upp með ánni mjög nálægt landi og getur verið var sig. Þess vegna er gott að byrja ofarlega, vaða lítið út í og veiða sig rólega niður breiðuna. Nokkra metra frá bakkanum tekur áin að dýpka og myndar djúpa rennu langt niður eftir veiðistaðnum. Laxinn getur legið í þessari rennu og oftast þó virðist hann liggja á grynnra vatni nær landi. Það er þess vegna óþarfi að reyna að kasta mjög langt út, frekar að stytta köstin og fara þéttar yfir staðinn. En það virðist vera einhver tökutræða í gangi. Nokkrar flugur hafi verið reyndar og staðurinn veiddur þétt, en engin lax tekið, þó svo að margir laxar hafa reist sig allan staðinn. En enginn skal afskrifa veiðistað þó svo að einn veiðimaður eða fleiri sitja ekki lax. Áður en við kveðjum Stallmýrarfljótið tekur Rúnar orminn langa og ætlar sér að taka nokkur reynsli til að taka af allan vafa að hér sé engin lax í tökustuði. Nokkrir laxar hafa verið að velta sér aðeins 1 til 2 metra frá bakkanum rétt fyrir neðan og eftir að hafa sakkað rétt og bætt á maðk er kastað aðeins nokkra metra út í ána. Straumurinn sér að færa maðkinn rólega eftir botnunum og þá er spurning hvort laxinn taki. Rótum að fyrst.
hárunni í gegn. Það er fastur í gegnum, já, ok. Næslegt, gott. Svona að gera það. Svona að fara þessu. Herru, við erum búin að kasta flugveita í smá tíma og svo kemur þú með orminn. Hvað er mínútur að beng? Fyrsta kasti. Fyrsta kasti? Nei, góður. Fagmannlega gert. Fagmannlega gert. Ég sagði þetta við þig. Já. Rúnar er segur hérna með markið. Það var alltaf búin að sleppa orðinu, skilur. Það verður komið eitt af þetta smá stund. Já, já. Bing, wow! Glæsilegt. Og svo er fiskur að stakka þetta alveg niður þrætlu. Þessi stökk aldrei. Hvað séu þið? Aldrei? Og flott þú þessi. Já, fallegur fiskur. Stekkur ekki meira þessi. Nei, Rúnar. Nú er áinn ykkar. Er áin okkar? Já. Þú er bara komin í pásu eða? Já. Nei. Herru, glæsilegt. Svona að gera það. Ég er búinn að fara yfir þetta hérna, þétt og örugglega, að ég hélt. Já. Garðar á eftir mér, ekki varir, stekkur fiskur, ok. Þú tekur 1 kast. Hvernig fer það þessu? Ég bara veit hann er hérna. Það er sannfæringarkrafturinn. Já. Þetta er einn af mínum uppáhaldsstöðum hérna í ánni. Og ég veit að þessi staður hefur alltaf að geyma fisk. En þetta er langur staður. Við vorum að taka hérna svona fyrstu skrefin hérna niður, sko. Það sem hann byrjar frá Sleppatjörn, þetta er þetta veiða, hvað, 100-150 metra niður? Ég myndi segja svona 200-300 metra niður. Já, ok. Og það er fiskur allstaðar hérna í kantinum. Já. En þetta er svona smekklegu staður. Ég myndi segja þetta er svona jafnvíkt á flug og maðk. Já, hann er það. Já. Oft höfum við veitt hennar stað með því að vaða hérna niður miðja ána og kasta bakka. Þá hefur við landað hinum meginn á eyjunni. Já. En það er ekki gaman þegar þú lendir í góðri veiði að labba upp undir með aflan. Já, beralega. Nei, við skulum vona að það verði lúxusvandamál. En hér er alltaf nóg af fiski. Hér höfum við Garðar komið mjög oft og oft höfum við tekið 10-15 fiska hér yfir daginn. Hvað ertu búinn að veiða rangunda lengi? Það var erfið spurning. Ég myndi segja svona 15 ár. 15 ár? Já. Já, ok, þú ert nú að fara að þekkja það annað þokkalega vel. Mjög vel. Við erum eins og heimalingar hérna. Já, það ekki? Við komum hérna svona, ég myndi segja svona 6-7-8 sinnum ári. Ári? Já. Þannig að ég veit að hérna, við völdum rétt þegar við þurftum að fá expertana í þessa á. Já, það er þitt að dæma. Það er fátt eins gaman og að veiða í góðum félagsskap þegar vel gengur. Haustinu fer senn að ljúka og fuglar landsins farnar að sækja á hlýrri slóður til vetrardvalar. Við ætlum að ljúka þessum fallega haustdegi við einn besta veiðistað á Íslandi. Rangárflúðir hafa gefið nokkur hundur laxa í sumar og það er alveg sama hvað veiðist mikið úr þeim, þær eru alltaf fullar af laxi. Laxinn getur legið á þessum stað, alveg frá Tjarnabreiðu sem er nokkuð fyrir ofan og niður að Blábrotinu á flúðunum. Rangárflúðir má veiða frá báðum bökkum þó svo að flestir veiði hann vestamegin frá. Veiðimenn eru myndir á að byrja að taka nokkur köst frá landi áður en vaðið er út af breiðunni því þegar mikið af laxi liggur á staðnum getur hann verið ansi víða. Það borgar sig þess vegna að byrja á nokkrum köstum frá landi og veiða á undan sér á meðan maður færir sig út í ána. En aðal tökustaðurinn byrjar fyrir ofan brotin sem sjást vel ofarlega á breiðunni og niður eftir miðjum staðnum. Það marg borgar sig að veiða þennan stað djúpt og nota þungar flugur. Þó svo að fáir laxar stökkvi þessa stundina er alveg pottþétt mál að það er nóg af laxi í þessum veiðistað. Eftir nokkur köst á breiðuna er lax kominn á.
Hér ættu menn að taka nokkuð fast á laxinum til að forðast að missa hann niður á flúðunum. Það er best að halda fiskinum á breiðunni og reyna eftir megni að landa honum ofan megin við brotið. Það er þó ekki alltaf hægt og ef laxinn leitar niður á flúðunum er gott að hafa veiðifélaga til taks til að háfa. Hann tók ekki fluguna, sko. En heldur við ekki húkað í húk? Hvað er? Hvað er í? Herðu? Ég er ekki bara fluga í þessu. Ég er ekki bara fluguna. Nei. Þetta er þýsk snælda. Hér er þýsk snælda. Fluga mín hefur sett húkast í línuna sem við slítið í okkar öðrum. Þannig erum við að landa þessu. Líka það þessu? Það er fyrir hendi. Stærravandi er fyrir hendi, alveg klálega. Kaupum við lotta við á lögum. Þetta er rosalega. Við félagarnir förum aftur út í ána og það þurfti ekki mörg köst til að setja í annan lax og í þetta skiptið tók hjá báðum á sama augnablikinu. Þú verður undan að landa þetta núna. Góð strákana maður.
skemmtana þarna bara neðsturbrotinu. Hérna og Rúnar var meina á hérna, leiðilega mista, hún setja inn 2 síðan. Já, þannig ég var með 2 háa. Það er alveg bara góð mót, byrjaði bara áðan og þetta hættar. Byrjum við hérna. Mjög gott. Svona við það, þetta er gaman. Mér fannst það bara alveg við hæfi, fyrir að ég er búinn að taka 2, að kynna mannin Rikka sem að lét mig hafa hérna og nú heitir hann bara The Ricky Flag. Þetta er Andrea Jóns. Þetta er Andrea Jóns? Já. Þetta er hérna Svenni Afbrigði. Bobo félagið minn hittir Vataflugur. Já. Og hann lætur mig alltaf hafa eina og eina svona flugu til að testa. Special. Og hann lætur mig hafa hann í sumar og það eru konin einhverjum 70 laxar á þessa flugu. Svo í öllum ám þegar ég kom að fara. 72 núna. Þannig að hún hefur reynst vel og hérna við hæfið að gefa henni af. Við vorum sammálið það að hún er svolítið svona grá og svona guggin, þannig að nafnið Andrea Jóns var hérna vel við hæfi. Mjög gott það. Mjög gott. Ég hérna, já, við lentum bara einhverju svona golden moment akkur núna. Já. Fínt. Ég held að ég tæki inn í viðbót og kalla það svona. Já, Gæi tekur þetta nú. Já, pottið. Rúnar er búinn að höfka í gýra, þannig að þú veist, stundum við ekki tóið upp. Ég veit það fullt af því. Já, þetta er bara eitthvað. Það er búið að vera rétt. Hún er veiðileg. Flottum með hættir. Já. Það er komið kvöld og tími til að kalla þetta gott í dag. Þetta hafa verið góðir dagar og þrátt fyrir hvassviðrið framan af hefur nokkrum laxum verið landað og félagsskapurinn verið frábær. Það er tilhlökkun að hitta þá félagana aftur við bakka Ytri Rangár næsta sumar.